Góðan daginn. Nú erum við stödd inn í bókhaldsskjalakerfinu og ætlum að læra hvernig við búum til verkefni og tengjum það fyrirtæki og starfsmönnum. Nú ætla ég að slá hér inn gervi og finna gervigreind og þar ætla ég að búa til verkefni og þá fyrir hérna upp í aðgerðastikuna, smelli hérna á nýtt verkefni og vel verkefni. Ég ætla sem sagt að búa til verkefni sem tengist gervigreind og þetta er bara einfalt verkefni, ekki með vinnuferlum eða neinu slíkum og það var bara að heita innleiðing gæðakerfis. Hér sjáum við að sjálfvirkt hefur nafni mitt sem er Kristín Björnsdóttir komið hér inn í ábyrgðaraðili en því er þetta að breyta. Ég get valið mér hérna einhverja samstarfsmenn í þessu og nú ætla ég að velja hann Hörð að hann á að vinna með mér í þessu verkefni. Og hér hef ég möguleika á að velja tegundverkefni sem auðvitað er það mismunandi eftir fyrirtækjum hvort að þessi reitur er nýttur eða ekki. Hér get ég sett lokadag á. Nú, þá skulum við fara hérna í viðskiptavinaflipan vegna þess að hann skiptir máli. Hér sjáum við að það er búið að tengja þetta sjálfvirkt bara hérna fyrirtækisspjaldinu gervigreind. En mjög oft það einhverjir sem koma af verkefninu og að vinna það með okkur. Þannig að þá ætla ég að fara hérna inn í gervigreind og ég ætla að velja hana Kristínu Jónsdóttur því að hún að vinna með mér í þessu verkefni. Nú ég með fleiri aðila, ég með innan hópvinnukerfi og þá ég líka með hana Guðnýju sem að vinna í verkefninu og vel hana hér. Nú hér sjáum við það sem sýnt var í uppsetningu áðan að ef við erum með einhver sniðmátt hér sem við viljum nota þá eins og hér í þessu tilviki ekki ákveðið sniðmátt heldur bara tómt Excel-skjal sem á að nota í þessu verkefni þá set ég það inn hér og það er bara verkefni hér. Og þá það komið inn hér sem viðhengi og ég get unnið í því með því að smetla á það og gera edit og þá en ekki open og þá get ég unnið í því og allar breytingar vistast innan þess. Nú ætla ég að loka, nú ég búin að vista mínar breytingar allar og hér sjáum við að verkefni komið undir gervigreind, líka komið hérna undir Kristínu Jónsdóttur og síðan ætla ég að finna hópvinnukerfi og sýna ykkur að nú verkefnið líka komið undir hana Guðnýju Rögnu því að hún tengdist þessu verkefni líka. Þá ég búin að sýna ykkur hvernig við búum til nýtt verkefni, tengjum það fyrirtæki og tengjum það aðilum sem að vinna með okkur í verkefni.